Sæl. Takk fyrir að mæta á fundinn með svona skömmum fyrirvara. Ég var sem sagt að komast að því að við eigum að vera með skriflega áætlun öryggi og heilbrigði. Þannig að, og það er alveg ljóst að við þurfum að gera svona áætlun, þannig að mín spurning til ykkar, kann einhver að gera svona áætlun? Vitið þið hvernig þetta er gert? Er það virkilega nauðsynlegt? Já, samkvæmt lögum þá eiga allir vinnustaðir að vera með slíka áætlun. Þetta ekki bara fyrir risastóra vinnustaði. Það er nú varla einhver áhætti hér. Við erum nú ekki svo mörg sem vinnum hérna og það hefur ekkert verið mikið slys hjá okkur. Þetta í rauninni skiptir ekki máli hvort það séu 2 eða 100 á vinnustaðnum. Það þurfa allir að gera slíka áætlun. Við höfum engan tíma í eitthvað svona vinnuverndarrugl. Ég veit við erum öll upptekin, en þetta er engu að síður mikilvægt verkefni sem við verðum að gefa okkur tíma til þess að vinna. Við viljum öll vera örugg í vinnu og líða vel, ekki satt? Sammála, og mér sýnist þetta ekkert svo flókið í fljótu bragði. Á vefsíðu Vinnueftirlitsins er komið fullt af efnum hvernig á að gera svona áætlun öryggi og heilbrigði. Ég varpa svo skjáinn. Ég held að það verði bara skemmtilegt verkefni. Já, ok. Við þurfum að fara yfir hvernig við vinnum störfin okkar og greina áhættuna sem þeim fylgir. Síðan þurfum við að meta hvað við getum gert til að fjarlæga áhættuna eða minnka hana og setja aðgerðina síðan fram í áætlun. Þetta er ekki eins flókið og virðist verið í fyrstu. En hvernig er það? Er ekki samskiptin innanhús partur af þessu? En hvað með öll tækin? Við hljótum að þurfa að gera áhættumat fyrir öll. Jú, þetta er raun rétt hjá okkur báðum. Það er bæði samskipti og tæki sem þurfa að vera þarna inni og í raun allt í vinnuumhverfinu okkar. Þannig að mér sýnist ágætt að miða við þessar 5 meginþætti vinnuverndar þegar við erum að skoða okkar vinnuumhverfi og kannski heyra þess í fólkinu okkar, því að það þekkir störfi sín best. Þannig að snýst þetta ekki bara að hefjast handa og gera tímaáætlun? Er það ekki bara málið? Jú, það er flott. Þetta er ein leið til þess að vinna að gerð áætlunar öryggi og heilbrigði á vinnustöðum. Þetta er aldrei einsmannsverk og mikilvægt að starfsfólk sé með í þeirri vinnu. Á vefsíðu Vinnueftirlitsins má finna stoðefni til að aðstoða ykkur við vinnuna. Það er á ábyrgð okkar allra að öllum líði vel á vinnustaðnum og að öll upplifi sig örugg. Því öll viljum við koma heil heim, starfsævina á enda.